Leit stendur enn yfir að skotmanninum sem sært hefur 4 menn síðustu misseri. Blýið í haglabyssuskotunum var fjarlægt og glerflísar og saur settur í staðinn. Já, ég hef... það gefur ekki kannski rétta mynd hvað mann finnst vera besta mynd, sko. Akkurat. En það, ég held að þegar maður er unglingur og krakki þá er einhver svona mynd sem að passa fyrir mann og svona, maður fílar alveg í köku, sko. Og þegar ég var svona 14 eða eitthvað, sko, þá horfði ég endalaust á Back to the Future 1. Og hún er ennþá en dag í dag alveg bara topp mynd. Svo er aðra myndir sem ég elska Ed Wood, þú veist, svona nýlegri myndir, sko, mér fannst hérna... Svona myndir sem sýnir hvað ekki gera í kvikmyndagerð. Já, en samt, ég held þessum Ed Wood, sko, að hann hafði samt það magic að myndirnar hans hafa það mikið skemmtanagildi að, þú veist, þær hafa eitthvað. Það er fullt af myndir sem hafa ekki neitt, þú veist, þannig að svo var, og mér finnst það að vera besta Tim Burton myndin, sko, hérna, Ed Wood, það er alveg, og þetta er líklegast eina fáu, sko, svarthvítu myndum sem að hafa, sko, náða að breyka það í Ameríku, þú veist, fyrir kannski, svona nýlega, sko, fyrir, þú veist, hvað, Schindler's List, Ed Wood og hvað, Good Night and Good Luck, eða hvað hann hét, þú veist, þannig að það er mjög sjálf, út af svarthvíta myndir geta verið mjög skemmtilegar og flottar, sko. Já, það er svona spursmál hvort maður setja Sin City í hennan flokk, hún er rosalega vinsæl, sko, það er svona heit með kvikmyndaáhugana. Já, hún alltaf kannski, þú veist, hún eiginlega svona brýtur þetta dálítið upp, sko, mótið, eins og líka hérna, hvað hét myndin, hérna Pleasantville, hét hann ekki, þú veist, svona svipa, svona hálflituð. Ef ég ætti að segja hvenær ég fór síðast í bíó, þá er ég örugglega hissa, sko. Ekki vera Dark Knight eða Avatar eða eitthvað? Ég sá Avatar, sko, og ég held að sé, sko, hvað hét hún hann, Transformers, sko, áður. Fyrri myndin? Nei, örugglega 2, sko. Nei, byrju, ég man það ekki, 1. Já, ég sá, það var örugglega 2, sko. Ég bara, þegar ég er að vinna í mínu stöffi sjálfur, þá finnst mér mjög óþægilegt að horfa á annað, sko. Þannig að ég gerir ráð fyrir að leggjast í massíft gláp, en já, það er ein mynd sem að ég hlakka mikið til að sjá, og það er hérna Inception. Og það er eiginlega bara eina myndin sem ég langar að sjá. Það er bara þannig, sko. Og mér finnst að Nolan, ég held að hann sé alveg án efa einn af þessum flottustu og bestu kvikmyndagerðarmönnum í dag, sko. Hann er það, hann hefur ekki gert lélega mynd hingað til. Nei, ég var ekkert rosalega hrifinn af Batman, sko, eða hvað hét hún, Dark Knight, sko. Varstu ekki hrifinn af henni? Já, ég hrifinn af henni, en ég var ekkert svona Yahoo hrifinn, skilur. Ég var ekkert hérna, ég var miklu hrifnari af, hvað hét galdramyndin þarna? Prestige, sko, mér varst hún. Og útrúlega flott lita palettan í þessari mynd, sko. Allt svona frekar grátt, en andlitin poppuð upp, bara húðliturinn, sko, mjög, sko, velgerð mynd, sko. Já, náttúrulega ég lærði í Tékklandi og bjó þar og þykir mjög vænt Prag og Tékkland. Þannig að Milos Forman er nú eiginlega dálítið mitt gúrú og ég var í sama skóla á hann og það var svolítið fyndið að ég var með sama kennara til dæmis og hann. Ég var með 93 ára gamlan kennara, hérna Vavra heitir hann, prófessor Vavra. Og hann er nú einn af þeim fáu sem hefur gert myndir fyrir stríð, í stríðinu, eftir stríð og á komatímanum. Og já, hann var siðapáinn, sko, hvaða myndir máttu og hverjar ekki á kommunistatímanum, sko. Hann er mjög umdeildur maður, sko, en þarna var hann kallinn að 93 ára með stækkunargler að kenna manna leikstjóra fjölda sinnum. Og ég held í fyrstu myndinans var hann með 10.000 aukaleikara og stærstu myndinni yfir 100.000. Og þá var hann með, sko, herdeildirnar og kólanámumennina og náttúrulega ríkið bara bjó til myndirnar, sko. Tékkland og Austur-Evrópa eiga marga gullmóla. Eins og Wojciech Jasny, það er eitt gæi, sko, sem vann leikstjórnarverðlaunin í Cannes, 68. Hann gerir mynd og hann er með leikarinn í heilt ár. Hann skýtur allar árstíðir.
það er svo mikið af þessum myndum týndust því að hérna, þar fór ekki í dreifingu, þú veist, þegar járntjaldi var og sama eins og með tékkneska teiknimyndagerð, þeir eiga þvílíka gullmola en þeir eru allir fastir í lagaflækjum upp á það hver á réttin sko. Þannig að, já, en ég myndi samt segja, já, Voyager, Gjasny og hérna Milos Forman, því að þetta er líka gæjar sem að, eins og Gjasny, hann var náttúrulega, kendi mér líka sko. Það eru svona mínir, en svo er náttúrulega, þú veist, jú, ég bara, allir þessi kallar, þú veist, ég verð undir áhrifum líka frá, þú veist, málverkum, músík, þú veist, öllum fjandanum, lesa dagblöðin, skilur, þannig að, og bara lesa mikið, sko, þannig að það er, maður þarf bara að vera svampur, sko. Já, maður er alltaf eitthvað að gera, sko, ég er náttúrulega, ég er alltaf að skrifa mikið, sko, þannig að ég er nú með einhver 2-3 handrit og svo er, já, það eru nokkur verkefni, svo er ein heimildamynd sem ég er búinn að vera að gera dálítinn tíma en ég held að, sko, ég veit ekki hvort að venjulegt fólk átti sig á álaginu við að gera bíómyndir, sko, það er fer örugglega bara góðu mánuður í að gera ekki neitt, sko. Já, náttúrulega, þú veist, þessi mynd, náttúrulega, út af hún er óstýrt, þá hleðst ennþá meira á þessa einstaklinga sem er að toga vagnin en, þú veist, almenningur á rauninni ekkert að pæla í því, hann á bara að koma og skemmta sér yfir myndinni, sko. Hvort allir sé betra að vera í liði með Guði eða hinu illa? Hver skyldi sigra þá orrustu? Þetta verður geðveikur, Palli.